Númer 7, Lára Jónsdóttir. Númer 21, Jóhanna Guðbjartsdóttir. Númer 11, Freyja Sigurjónsdóttir. Númer 8, Hafdís Sigurðardóttir. Númer 26, Lilja Stefánsdóttir. Head coach hjá Skautafélagi Akureyrar er Sjaldur Hrísberg. Og hjá Skautafélagi Reykjavík er númer 30, Andrea Pakka. Númer 91, Kristjana Pálína Þórðardóttir. Númer 5, Inga Aðardóttir. Númer 13, Saga Sigurðardóttir. Númer 19, Bríeta Viðarsdóttir. Númer 7, Alexandra Hafsteinsdóttir. Númer 29, Guðbjörg Jóhannsdóttir. Númer 3, María Kristjánsdóttir. Númer 8, Dagný Gísladóttir. Númer 10, Friðjón Arna Þjóðdóttir. Já, góðan dag, verið velkomin fyrir framann skjáinn. Hér er leikur á móti Skautafélagi Reykjavíkur og Akureyrar í meistaraleiki kvenna í toppdeildinni. Ásakið hvað hann segir, við vorum að klára leikina sjálfir. Hvernig endaði seinasti leikur? Var hann ekki 7-6, ja, hjá þeim? Já. Fór hann ekki í framlengingu eða var það annar leikur eða? Jú, er það ekki. Fór hann ekki í Já, þannig að maður búist við jöfnuleik hérna. Ég heiti Kári Arnarsson og með mér er Axel Óragan. Þá byrjar þetta. Essa ná pekkinum upp en setja niður í hornið. Þar er Kolbrún síns með þér. Þetta er eitthvað og það er slappgott. Já. Andri verður þetta rebound. Nei. Inga hreinsar. Essa byrjar þetta krafti. Já. Þessar stelpur eru yfirleitt aldrei sofandi í byrjun og þær hallast mikið af markmönnum sínum sem þarf að gera mikla vinnu. Já. Þær eru mikið að missa af einhverjum í slottinu og það er eitthvað sem þau vita að þau þurfa að laga til að vinna leiki en sjáum hvort það byrjar alltaf ekki vel hérna. En Heiðrún tekur pökkinn inn í svæði, setur lausskot á markið og Eyrún er í pressunni. Friðrika, þarna upp í slotti. Þetta er eitthvað sem þau þurfa að passa. Leikmaður nr. 27, Alice, ný leikmaður á Skautafélagi Reykjavíkur, spila sinn fyrsta leik frá Ítalíu. En nú er Friðrika komin ein í gegn og hún sendir pökkinn á Alice. Það eru tvær yfir. Sending og mark! Það er mark! Alice yfir á Friðriku í fyrsta skot á mark hjá SR í leiknum. Þetta tók ekki mikið, við fáum kannski svo endursýningunni eftir smá. Hún sleppur hérna einu í gegn, sendir og hún nær sendingunni hérna yfir. Þetta var bara mjög vel gert. Friðrika klárar þetta með... Já, ég var fyrst að hugsa af hverju hún að senda en það er ekki þetta. Ég meina þetta endaði í marki. Og þá var hún komið með sína fyrstu stóðsendingu. Búin að spila rúmlega 30 sekundur. Þá var það fyrsta lína. Nei, mér sýnist sko að mér heyrðist á þjálfurunum að þeir eru að spila á 2 sendirum og 3 vængpörum. Þannig að núna er Saga sem er þá annar sendirinn og Friðrika hinn sendirinn inn á með þriðja kantparni sem er Kristína og Heiður fyrir SR. Essa byrjaði þetta krafti en fekk þetta sem bara beint í baki einhvern veginn. Já, það þarf ekki mikið. Þá sluppaði hann einar í gegn og kláraði það. Spurning hvort að SR nær að byggja eitthvað á þessu. Það reynir Saga að setja hann djúpt en það er stoppað og þær ná pekkinum út. Reyna að ná honum djúpt sem þær gera næstu. Hann Brynja setja hann á kantinn hennar Heiðar inn í mið á Sögu. Hún hefur hraða, hún tekur hann inn í slott. Skot á mark framhjá. Ég sé ekki veistu hver er í markinu hann að Heiðar? Mér sýnst það ekki vera... Er þetta ekki Sjóli? Er þetta hún? Ég held það. Hún er 41, ég sé það ekki. En þá var Friðrika markaskorari með hann, nær honum ekki fram hjá Ardísi, en Bríet tekur hann fyrir vörnina, setur hann fyrir aftanmark á, sá ekki hver það var, Gunnborg, smá hraða,
Jú, Sjali í marki. Það var alveg María Sól, hún setur hann djúpt fyrir SR og fyrir skiptingu. Sjálf fyrir út og stoppar hann. Gunnborg og Friðrika í pressunni. Já, mér sýnist Friðrika vera þá sendið nummer 2 sem við erum verið að spila allan leikinn á móti Sögu, maður sjá. Jú, Saga stekkur niður í bátan. Það var Amanda. Setja hann niður á kantinn, sé ekki hvert það er. Hann fær hann aftur inn í miðju, nær hann ekki alveg. Dagný setur hann til Gunnborgar sem reynir að hreinsa. En Saga nær hann ekki alveg út og þá var það Kolbrún. Góð pressa hjá Essa. Það var að Saga lögð á stað, hún hefur hraða. Essa vill ekki leyfa henni að byrja að skauta. Það var Arna. Setur góða pressu. Það var Alice komin inn á aftur. Sendur upp á Alexandru. Hún er búin að spila sókn, komin í vörðina. Er það búin að skipta? Já, það er alltaf eitthvað skiptur sér Saga. En Kolbrún er með pökkinn, hún er með Magdalenu með sér. Og Herborgur síns með Magdalenu með pökkinn í slóttinu. En Saga blokkar þetta, góð vörð þarna. Dómarinn er eitthvað að þvæla sig fyrir hana. Það er yfirleitt á því. En já, SR-leikinnir eru yfirleitt þannig að Andrea þarf að verja svona það bil 20 svona skot og önnur kannski 20-30 frá lengra í burtu. Já. Og heyrðu, þetta er nú bara, þetta er fyrsti dómur leiksins sem komið hérna Alice. Þetta er hárrétt, hún hakkar hana. Já, hún beint í lappirnar. tekur lappirnar í burtu. Kannski má þetta á Ítalíu en þetta má alltaf ekki hér. Þá fáum við að sjá fyrsta powerplay dagsins, eða leiksins. En þessi leikir í þessari deild hafa verið helviti tætt, sko. Já, í báðum deildunum kalla og kvenna er búið að jafnast mjög mikið. Sem bara mjög gaman að sjá, sko. Já, frábært að sjá. SR er búin að vinna 1 leik á tímabilinu, unnu hvað 2 í fyrra, 3. Voru það ekki 2? Ég held að það voru 2. Já, voru 2 á móti sikkur í liðinu. Já. Það hefði ekki unnið í einhver ár, þannig að það var stórt fyrir þær að fá þann sigur. Og Fjölnir vann Íslandsmeistaratitilinn í fyrsta sinn í hvað 18 ár. Þannig að þetta er alltaf jafnast, maður sé það. Var þetta ekki bara fyrsta skiptið ever? Nei, ég held að það er unnu einhvern tímann fyrir. Það voru bara held ég 2 lið. Nei, ég man ekki hvernig það var. Það var held ég fyrir einhverjum 18 árum. Eitthvað vesinn með að setja tíman upp, en hann er komið núna. Ungu strákunir í bóksinu. Það er kunnið Það er hans að spreita sig. Friðrika vinnur uppkastið og það hreinsa strax. Inga, vel gert. Ég vil meina að það sem skilaði sigri SR í seinustu leik gegn Fjölni, sem var í framlengingu, var Gunnborg í pressunni. Já. Í penaltykillinu, sko. Hún spilaði toppinn og hún náði að breyta vörn í sókn alveg nokkuð oft, sko. Já. Hún skautar. Já, hún er, og það er einhvern veginn bara stressast upp þegar sjá hana og missa pökkinn, sko. En núna er Friðrik á toppnum. Þetta er gott powerplay á þessa. Já, það er að hreyfa pökkinn vel með Herborgarni upp á topp, Eyrún í miðunni. Nei, já, Herborgur upp á topp. Magdalena og Kolbrún sýnst mér á kantanum. Mér sýnist þetta að vera Amanda sem er hann að niðri. Já, fyrirliðin þeirra. Já. Já, Saga með hann, fyrir aftan markið sitt og hreinsar hann. Vel gert. Þá er það Jónína að sækja pökkinn, reynslubolti. Var hann aðeins að rifja upp nöfnin, þetta er aldrei langt síðan ég var að lýsa leik hjá Essa, hvort það var bara senast á tímabili, sko, hann var búinn að gleyma nöfnum. Það sér ekki helminginn á nöfnum líka fyrir hárinu, en þetta er Aðalheiður, hún fer með hann hart inn á mark. Þessi fer bara framhjá. Það var góð tilraun. Fór þetta í blokkirinn hennar, Andri, ég sá það ekki. Held hún hafi náð eitthvað smá í hann, sko. Það var að toppurinn, nær ekki skotinu. Hún missir pökkinn. Það var að Saga. Sjálí setur hann á er þetta ekki Aðalheiður? Jú. Það ekki. Ekki hægt að skamma mig, hárið er alveg fyrir nafninu þarna. En þá skipta þær og þær eru, nei, ekki 6 inn og þetta var mjög snuðt, en Friðrika. Finnur skoti. Magdalena gat ekki spila pekkinn hann alveg strax af því að þær voru ennþá að skipta. Gerði vel með að hlífa pekkinum en síðan komst Friðrika inn í þetta. Þá spilaði SR fullskipað. 5-5. Magdalena setur hann niður en það er bara Inga. Hún er með Gunnborgu með sér á kantinum og hinu kantinum Alice og Friðriku í miðunni. Góð sending hana, en undir hælinn. Amanda tekur hann inn í slottið, gott skotfæri, setur hann, það er varið að Andru.
Amanda gerði þetta mjög vel. Já, Hún nýtti sér þessa skautatækni sem hún er með og köttaði bara inn í miðju. það eru samt þessi færi sem að þær eru að fá svo mikið á og það er bara einhvern veginn þegar Esser færi þetta færi þá verður maður alveg bara svona mjög tensaður en þær koma svo oft í þessi færi og Andrea einhvern veginn er alltaf að verja. Það er bara kannski 10. svona dauða færi sem fer inn sko. Já. Og ég held að hún spili jafnvel bara betur þegar það er mikið að gera sko. Ég held að sem að flestir Esser merkmenn séu með þann eiginleika að þurfa að spila betur þegar það er mikið að gera. Já. Annars gengur ekkert. En hún er Kristína kemst inn í þetta, setur hann og laust á mark. Það er ekki hægt að kalla þetta skot, var hann ekki bara svona að reyna að... Þetta á pot. Þetta á pot, já. Mjak. Þeir þurfa að skrá þetta sem pot. Mjak á honum. Það var að Friðrika með Dagný minnst og... Nei, það er Ylva og Gunnborg eru sem sagt á kampa nr. 2. Hvernig finnst þér að sjá Alexander koma í sóknina? Í vörnina? Nei, í vörnina, úr sókninni. Var hann alltaf varnarmaður? Já, var hann ekki alltaf vörn, fór í sókn og var aftur vörn núna. Jú, ég held að hún sé bara að spila það sem að hentar sko. Hún er bara hybrid. Já. Það fyrir öll liðar með einn hybrid. Það var að Gunnborg dettur aðeins Villi dómari segir bara að spila. Það var tæft tripping. Það þarf að vera einhver... Gott backcheck hérna á Gunnborgu. Já, en... Hvað stendur Freyja, já. Sýnst að vera Freyja. Freyja. Dettur hann aðeins, en... Þá hafa Esser tækifæri til að breyka hann út. Dagný beint upp. Þetta er fullt í Friðrika og komist inn í gegn. Alexandra kemst inn í sendinguna af Magdalena þarna. Sýnist þetta að vera dálítið gameplanið, bara Friðrika leggur á stað. Þegar hún kemst ein í gegn þá er hún mjög hættuleg. Já. Og reyna bara, þegar varnarmenninni fá að reyna einu svona sendingu sko. Þótt að virki einu sinni í leik þá fær ekki marka á það á móti, þá er þetta worth it. En þetta er það sem að SA-stelpur eru mjög góðar í, að stoppa hann bara á bláu. Já. Þær koma sér alltaf í færi þegar það ná að stoppa hann á bláu. Það var Friðrika búin átt sig á því, ég hugsa bara að ég verð bara að gera það sjálf. Sjáum hvort hún nær eitthvað. Hún tekur bara rammi út. Það þurfti á einhverju tímabúti. Já. Það var Amanda. Það var hættulegt færi áðan, fer inn í miðju. Hún gerir það nákvæmlega sama áðan, hún bara kvettar inn í miðju og... Og með að Lýsi í bakinu. En Saga nær sjá við henni. Amanda gaf henni aðeins smá svona. Lét alla vita af sér. Og slæmskipting af SR og þær eru lagðar af stað. Kolbrún með hann. Já, þær eru eitthvað aðeins þéttari í miðjunni núna. Já. Það þurfa í rauninni bara... Það er flott múð þarna. Og Saga... Að mínu mati þá þurfa þær eiginlega bara að vera þéttar í miðjunni og leyfa þeim að skjóta utanfrá sko. Þá Hara... Inga Hara... Ég vil meina að þetta hafi verið tæft húking þarna en... Það hefði mátt dæma það sko. Ég sé að Inga er ekki sátt með þetta. Nei. Svona er þetta stundum. Dómarinn sér ekki allt. Nei. Sér. Ég myndi segja að dómarinn dæmi á svona undir helming af hlutunum sem að gerast. Já. Það væri náttúrulega alveg glata að hann myndi dæma á allt sko. Það væri leikurinn ekkert mikið spilandi sko. Nei. Og ég þurfti að dæma leik sjálfur og það var alveg svona ákveðin kunst að sleppa þessu og dæma þetta og svona. Já, varstu eitthvað að jafna þetta út ef þú tókst eitthvað óvart eða? Ég var reyndi að láta heimdómaran sjá öll brotin sko, þannig að hann var aðeins reyndar en ég. Ég tók bara þessi alveg augljósustu. En ef það var á gráðu svæði þá... Ég er svona dómari sem læt allt bara. Leifir þess aðeins að slæta. Það mátti allt á minni vakt sko. Hafa þetta aðeins í gangi. Já. Það þýrti ekki að dómara mínugna sko. Bæði lið er að spila góða pressu. Já, leikurinn er búinn að vera dálítið mikið í hlutlausa... Nei, ekki gott þarna. Það var Friðrika. Hún getur skautað með hann. Missir hann aðeins, þá fer hann bara aftur. Hún heldur bara áfram. Það var flott. Tekur hann vítt. Hún er með Gunnborga með sér. Hún gerir bara saman... Nei, missir hann aðeins. Ef það ekki Friðrikur rétt, þá setur hún mjög mikla pressu á sjálfa sig. Hún verður mjög pirruð þegar hún gerir mistök sjálf. Þannig að hún mista hann þarna í skotfæri, það mun örugglega ekki gerast aftur.
Ég veit ekki hvort þú tókst eftir í en þegar Friðrik var að skauta með hann upp þá tók Bríett og steig fyrir eitt leikmann og gaf henni meira pláss. Já, Þetta var smart. Já, hún keypti smá. Hún komst fram hjá fyrstu pressunni og síðan reyndar að komast í gegnum aðra pressu en það veist, pressu nummer 2 kom en það var SR leikmaður sem stóð hana. Já, það er gaman að þessu 1-0 leikur hérna. 10 mínútur og 30 sekúndur búnar að leiknum. Ja, leik hlutanum. Inga setur hann upp á kantinn á Alíð. Nærm ekki inn í mið á Sögu. Það var vel hugsað, ég heyri Mílo segja hérna, good try. SR er búinn að næla sér í alveg reynslu bolta. Hún Alís. Já, veistu hvað hún var að spila fyrir þetta? Hún var einhvers staðar á Ítalíu, veit ég. Hún er búinn að spila eitthvað með ítalska landsliðinu sem er alveg frekar hátt í kvennahóki. Mér sýnst þú spila leikinn aðeins svona harðar heldur en flesta stelpunar hérna. Sást eins og dómurinn á hann, hún var bara hakkaði. Kannski er það sterkari á löpunum þarna í Ítalíu. Eða svona. Það má aðeins meira kannski. Já. Dómarinn leyfir svo hans að slæta. Og líka eins og flestir hlutinir sem verður dæmdir hér eru ekki dæmdir í Bandaríkjunum. Það má miklu meira þar, þannig að fyrir líka bara eftir svona hver vaninn er. Já, akkurat. María Sól nær ekki sendinguna almennilega á Kristínu. Magdalena setur hann bara út en það var Inga. Inga komin að ferðina. Já, stoppar. Hefur Inga með sér, reynar að setja hann djúpt. Amanda sér við henni. Þannig að Magdalena setur hann á, sé það ekki, sem hann til byrtu. Inga. Nær góðri sendingu á Heiði. Og Heiðir þar að, þetta er bara svona tækling hana. Það var að Herborg. Hægir á leiknum, dregur, býður eftir fleiri leikmönnum, en það var að Eyrún. Hún getur skotið. Hún setur hann bara djúpt. Og Alexandra með hann. Það er verið að pressa á öllum áttum hana. Magdalena að dansa smá á bláu. Hún fær þetta bara beint í hausinn. Grípur hann aðeins utan hann en heldur síðan bara áfram. Gott að vera með grind. Þetta er það sem það er að reyna. Það er að reyna að stretcha hérna. Mér sýnist þetta bara að vera breakouti í dag. Bara að finna Friðrik einhverstaðar. Það þurfa að passa sig. Það missar hann inn í svæðið. Og það er komin í sama vanda. Reyndu aftur, séu Alexandra með hann. Finnur Gunnborg að það. Já, þetta er bara að reyna þetta stretch. Sko, Saga og Friðrik að skauta örugglega langmest. En núna eru þær að spila aðeins meira. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvort það er ná að halda þessu út allan leikinn. Þannig að það er bara 14 mínútur búnar núna. Það er slatti eftir. Það er alveg hefur lent í þessu að þeirra að spila svona doppul shifta eins og að kalla sko. Já, það getur verið frekar erfitt. Var þetta ekki æsing? Nei, var þetta sending frá... Ylva skaut honum bara yfir sjálf. Já, hún náði ekki, já. Mílos sjálfur er að sér að kalla eftir æsing. Hvað aðeins að djóka kannski. Spurning hvað dómarinn fellur fyrir. Mílos er að reyna að fiska þetta. Ég segja að Essa væri afburða betri svona en SR í að halda pressu, þú veist. Já. Bara svona, SR þarf að vinna svo mikið fyrir að ná honum út og þær þurfa að gera svo lítið til að halda heim inni, sko. Þær eru bara vel staðsettar þegar þær eru að trappa, sko. Þær eru Saga. Hún fyrir bara gegnum alla. Hún og Friðrik gæti bara að gera þetta bara í hverju skiptingu. Fara bara einu sinni upp, skipta. Einu sinni upp. Það segir Mílos á bekknum, good Saga, I like it. Arna í pressu og Friðrika tókur að færa sinna fyrir aftan mark Essa. Friðrika setur pressu þarna á, sé ekki hver þetta er. Herborg sýnist mér. Nei, Aðalheiður. Hún varði þetta smá en þetta ætlaði að reyna að grípa hann. Þetta var ekki alveg svona eins góð varsla hann hafi viljað. Ali setur hann á markið og Friðrika lyfti killinni hérna til að varnarmaðurinn stoppa hann ekki. Þetta drífur ekki æsing.
Rökkur skoppar aðeins þarna á kylfunni á Maríu. Veistu, ég verð að segja að ég að fíla Alexandru miklu betur í sókninni, sko. Í vörninni? Ég alveg eins og rispaði diskur hérna. Já, mér fannst hún einhvern veginn ekki alveg vera að nýta sína hæfileika jafnvel í sókninni, sko. Hún var alltaf að fá hana á óþægilegum stöðum og með lítinn tíma og bara, ég er eiginlega ánægður að sjá hana þarna, sko. Já, hún er líka bara harjaxl. Já. Hún stoppar ekkert. Hún líka getur sendt vel, það er það sem þarft í vörnina, sko. Saman hversu góða sókn úr með, sko. Það fá aldrei sendingar frá vörninni þá. Dagný með sendingu yfir á Kristínu, Pökkur fyrir inn. Hún með sögu með sér, finnur hún ekki. Þarna. Það var nú fínt uppspil en missa Pökkinn. Pökkurinn eins og okkur heitt kartöfla hérna í smá. Yngar eru skoti. Það þýðir ekkert að skjóta þegar það er ekkert skrín. Nei, í rauninni ekki, sko. Og síðan yfirleitt býður maður eftir skrínið og þá er það komið, þá varnar maður að koma svo langt í mann en þá er ekkert hægt að skjóta lengur. Já, akkurat. Og þá lítur maður út eins og okkur bjáni fyrir að ekki bara skotið. En það var Inga með hann og Essa er í einhverju skrýtinni skiptingu. En Essa er næri ekki alveg að nýta sér það. Amanda setur hérna yfir og það ná honum ekki út. Það er góð pressa þarna hjá Essa. Ylva gerir vel þarna. Sýndi góða takta, hélt hann vinni. Þá er það Amanda. Setur hún henni upp á kolbunu. Hún vil fá hann. Flott baktjak hann hjá Gunnborgu. Já, hún er vinnuhestur, eins og hún vilja kalla það. Hún hættir ekki að skauta. Skautar ábyggilega mest þegar hún er að skauta tilbaka. Já, hún er góð að baktjaka, Gunnborg. Góð að pressa, sko. En þá er það, hvað stendur, Sveindís. Númer 15. Já. Eins og ég segi, maður sér það ekki fyrir hárinu. Ég sá bara fyrstu 2 staðan og seinustu 2. Fyrst til að bara gíska. Búslaði þessu aðeins saman. Já. Græjum það. Fyrst ég var að þessu þá voru alltaf að vera að skamma mig í kommentunum, sko. Þessi ekki þetta og ég bara... Þetta er það sem að Essa-stelpur eru líka góður í. Það nota ógeðslega mikið varnarmennina sín. Já. Varnarmennir eru svo góðir hjá þeim að taka pekkin og draga, búa til pláss fyrir sóknina. Alice, góð sendingan inn í. Flott sending hérna í eirunu. Hún reyndi sendingu á kantinn en aðeins framalega. Það var Arna að reyna að ná honum út. Það var Saga með hann. Alice á bara að leggja á stað. Aðalheiður sýnist mér... Nei, Sveindís. Nei, ég gæti þetta að stækka nöfnina. Það eru sumum með svo löngu nöfn að þetta bara verður að einu. Já, maður sér alveg nöfnin á SR-treyjunum. Þau eru miklu stærri, sko. Flottu snúningur hérna hjá Aðalheiði. Ertu viss? Já, þetta er Aðalheiður. Hún heldur bara áfram að skauta. Hvað finnst þér um teipið hennar? Ég sé þetta ekki alveg meðlega. Þetta er eitthvað skiptið. Þetta er eitthvað candy cane. Já, það er eitthvað flipp í gangi hana. Kann að spara teip bara. Það má gera. Það er ekkert að eyða því. Þú skal úr land. Allt voru helviti dýrt í dag. Inga stoppar þetta. Friðrika sem sendir kemur og... Heyrðu. Það var aðeins að kýtast þarna. Það var 1 mínúta eftir af fyrstu periódu. Þessi lóta er nú bara búin að ganga ansi hratt fyrir sig. Heyrðu, það var að Friðrika á móti Magdalenu. Í sprett. 2 góðir leikmenn hérna. Já, Friðrika kemst á undan. Magdalena, já, stýrir henni vel, hún næri ekki að gera neitt. En vel gert hjá Friðrika að leggja á stað þarna, því annars er þetta bara æsing og hún hefði ekki skautast. Já. Dómarinn eitthvað aðeins að þvælast fyrir hana. Það sýnist að vera Veigar, maður ekki séð hann lengi. Þetta Veigar? Sýnist það. Er ekki Villi? Villi aðaldómari og Gulla á línu. Gulla. Inga með hann, upp miðun á Kristínu. Þarna har Kristín bara að setja hann djúpt og það er léleg skipting og það eru komna 2. Dagný misti komið tilbaka að reyna skoti en Andrea nær að stýra þessu í hotni, sko. Já. Andrea líka er ekki mikið að gefa, sko. Ég gef nú Jóhanni Björgvinni meistaraðs kalla, hann er búinn að þjálfa hana í því að stýra, þú veist, það er ekki alltaf sem við getum varið hann.
fullkomlega en reyna þá allavega að stýra honum í hornin, þannig að það Já. hefur verið mjög slæmt til dæmis að þetta hafi verið farið upp í slott sko. Það hafi verið bara mark, en hún Já. er að stýra sér í hornið og þá leit þetta út fyrir að vera ekki það hættulegt skot sem það var í rauninni. En já, lítið af stoppum núna. Voru ekki bara eitthvað 2-3 stopp? Jú, var það ekki? Var ekki bara eitthvað 1 penalty og Jú, mér syns það sko. eiginlega engin ángstæða? Já, það leiði allavega hratt fyrir sig og vonandi mun pásan gera það líka, við sjáum ykkur eftir 15.
Ég er klár. Já, gott kvöld og eru velkomin áttur. Leik SA-SR í toppdeild kvenna fyrir þá sem voru að koma inn núna. Það er 1-0 fyrir SR. Mark frá Friðriku Magnúsdóttir. Stóðsending fyrir Alicia. Já. Og bara mjög skemmtileg fyrsta lóta búinn. Vona að önnur verði jafn spennandi. Mjög lítið stopp, hún gekk mjög hratt fyrir sig. Maður er nú ekkert að hata það. Það má bara halda þannig áfram. Og þá er ég ekki bara að tala um að þetta er kvenna, þetta er bara, flesti leikir ættu bara þyrfti eitthvað aðeins að gera í þessum stoppum, það stoppar þetta einmitt. Ég spila leik sem var
3 tímar, það var klukkutími lengri en flesti leikir. Það var eitthvað brotnað eitthvað gler, það var einhver slagsmál og klukkan fór í ruglið og það bara hverri lotu stoppaði hann í 10 mínútur. Það var einhver leiðilegasti leikur sem ég spilaði. Mættu allir vera svona. En það var að Herborg reyndi að sóla Maríu Sól en náði ekki alveg og Inga hreinsar en það er pikkað upp hann sé það ekki. Hún bara setur hann í platan, upp í slott en það er enginn og Inga sækir hann. Gunnborg yfir á Ylfu. Kemst ekki inn í sóknarsvæði. Anna reynir að senda á Heiður. En það er skot sem fer fram hjá Anna, þetta var Anna, já. Datt hann nefnilega í hug, sko. En Eyrún tekur annað skot, það fer í Maríu Sól og en Andrea er að halda. Andrea grípur þennan. Helviti góð pressa hjá SK-num. Það setja svona, ég veit ekki, til skiptis harða pressu og síðan bara allt í einu er að komna í trapp. Það er gaman að sjá. Þá tökum við face-offið. Það er Friðrika á móti, sé ekki hver þetta er. Afsaka þetta. Þá er það Heiðrún með pökkinn. Hún ætlaði eitthvað að reyna að senda hann á Eyrúnu en hann endaði henni í horni. Þetta er handpass. Já. Akkurat þegar við vorum að tala um það að leikurinn var að ganga smúð þá. Mér sýndist hún alltaf að skauta hann í boxið Eyrún. Það var kannski eitthvað ruglast, ég veit að ég kannski bara að taka face-off. Já, við höldum áfram. Þetta er búið að ganga tiltölulega smúð en. Það var að Jónína á móti Friðrika vinnur það. Ég sem vil meina að reynsla sé góð í face-offum, en Friðrika var afsannað þar þarna. Alice eða Alice? Eða bara Alice, ég veit ekki hvort það er. Alice. Eða Elise. Það er kannski aldrei franskt eða. Byrjar að bulla eitthvað, já. Það er einhver slagsmál hérna hjá Dagný og. Já, ég vil sjá meiri slagsmál, en meiri svona kýting, sko. Það er svona. Það er aldrei mikið á honum í. Herru, hraga með fyrir frá mark. Reynir hérna 5 hole en hann var lokað. Þetta kom upp úr engum maður. Saga setur hann niður fyrir Heiði. En þá er það Kristína Brynja nær að halda hann vinni. Bríett með sér hann í vörninni. Essa er núna í smá vanda að ná hann út. En gera það að lokum. Bríett setur hann bara beint aftur, saman stað, hann kom út. Það var að Sveindís. Með hann ein, var eiginlega 1 á móti 5 og var allir í skiptingu. Fer bara fyrir aftan mark SR. Og það er eiginlega ómögulegt að sjá nafnið hann númer 16. Ég þarf að finna það hjá mér. Númer 16, ég held að þetta sé, er þetta ekki Ragnheiður? Jú, þetta er Ragnheiður, ég sé það. Sé það núna. Sýnst að vera Magdalena með hann í horninu. Ardís fellur hann við. Það er að Saga. Saga skauta með pökkinn. Og tæp rángstaða þarna hjá Kristínu. Það er alveg hægt að dæma þetta. Klaufalegt en allt í góðu. Þá koma þessar konur. Hefðu getað tekið hana 3-2. Aðalheiður ákveður að taka skynsumu ákvörðunina og vera eftir í vörn. Eva Karvels, Friðrika er eitthvað aðeins að batla hana á rammanum. Og mér sýnist þessar konur ná honum aftur niður. Já, hann gera það. Kristín ætlar eitthvað að reynsa þann út en Amanda sér við því. Hún fer bara í gegn og hún skorar! Það er mark! Þetta var frábær pressa þarna hjá Amandu. Hún ætlaði sér þetta, maður sá það alveg. Hún ætlaði sér að skora og hún gerði það svo sannarlega. Bara fóð með hann einn á markið og bara
klára þetta. Við farum og sjá þetta aftur. Það eru búin að fagna. Saman hana nær að taka pressuna af Friðriku, tekur 1 move, nær skotinu og fylgir eftir. Það var bara mjög flott. Þetta var svona individual effort eins og að tala um. Já, algjörlega. Ja, við sjáum hvað það getur breyst fljótt. SR var með góða pressu hérna áðum í sóknarsvæðinu og nú er SA konur bara að koma með mark á töfluna. Það nærðust aðeins af þessu, það eru bara komin strax inn í pressu. Já, það er ekki nema 1 mark til að það var Gunnborg, þetta er að sér að tala um. Já, Ylva gerir ekki alveg nógu vel hana. Flott uppspil hana hjá SA. Það var að komin þröngt færi, Dagný setur þetta bara í horni, hún var hérna á Andrea. En já, það er ekki mikið, eitt svona mark getur verið alveg bara svona breytt alveg hvernig leikurinn er búinn að vera að ganga. Getur verið bara búinn að vera fastur í vörn og nær einu marki og allt í bara komið pökinn í sókn og búið til einhver færi. Já. En reyndar eru SA búinn að vera alveg svona jafnt og örugglega inn í sóknarsvæði SR. Við sjáum það bara eftir fyrstu periódu, 7 skot hjá SA og 4 frá SR. Já, eftir helmingi meira. Og það er eitthvað búið að bætast í þetta núna, þessar tölur eru uppfærðar í hverju leikliði. Þá er það held ég þriðja línan hjá SA. Mótið svona tæknilega sé annari línunni hjá SR. Og Friðrika, henni finnst gaman að fara bara sjálf. Allavega ekki leiðilegt. Bláir út öskara hérna. Já, rángstæða. Ég sá ekki rángstöðuna. Jónína í hugkasti, Friðrik eitthvað aðeins að hlæja dómarunum. Fyrst þetta eitthvað fyndið. Og þeir færi þetta alveg svona langt tilbaka. Það er ekki bara þegar sendingin kemur. En það var Friðrika. Hún hefur næri ekki alveg. Reynir að sóla sig hann inn í miðju, þetta var gott move en sett hann aðeins svo fast þannig að það lukkaði bara eins og laus sending. Já, dómarinn vildi meina að það hafi verið viljandi rángstæða. Þess vegna farið þetta alla leið hérna. Já, ég fattaði það sko, ég fattaði bara hvernig, ég veit það ekki. Ég skil aldrei þetta viljandi. Þetta er allt viljandi með. Maður bara að læra rángstöðuna. Það var að saga með Kristínu. Það er sendingu upp á bláu. Það eru 3 á móti 1. Nær sendingun yfir aðeins og löng. Heiður fer í hornið. Ná ekki alveg að nýta þetta færi, sendingin var ekki alveg nógu góð. Það voru 3 á 1. Eftir góða sendingu á Maríusól. Þetta eru svona færi sem að þurfa að klára. Æ, þarna er María aðeins að minnstiga sig á bláu línu. Já, þetta er vel gert hjá Sögu. Villi segir bara spila. Það er bara... Æ, ég held hún hafi skallað ísinn hana. Það er náttúrulega ekki gott. Mér sýndi Saga bara að setja öxlina. Þetta var bara öxl í öxl, sko. Skalla hann svelli eða batta. Það var þarna hnakkinn sem fór í ísinn. Alls ekki gott. Nei. Það er nú ekki hægt að sjá endursýningu á þessu, Hannaguð. Nei. Við vonum að það sé lægi með hana, er þetta ekki Herborg? Jú. Það er leiðilegt fyrir þær að missa hana núna. Já, ég samla. Bara mögulega eitt sterkasti leikmann í þessari deild. Hún stendur upp hérna. Sjáum bara til með framhaldi hvort að sé lægi með hana. Hún er heldur sterk. Hvað segirðu, Kári? Er lægi með hana? Sástu eitthvað? Skauta út á, það er mikilvægt. Við höldum það bara áfram. Friðrika tapar face-offinu á móti Ragnheiði. En Ylva pekar upp pökkinn, dömpbornum inn í sónið. Hörð pressa þarna frá Gunnborgu. Pökkurinn fer hérna yfir á Eirúnu og Eirún hendur hann bara tilbaka.
Eva Karvels skauta með pökkinu upp. Sendir hann yfir á Heiðrúnu. Heiðrún hendur sér bara markið, vá. Þetta er heldur hættulegt. Já, maður veit aldrei hvað gerist þegar pökkurinn fyrir á marki. Það er nefnilega málið. Gæti verið bara létt varsla eða bara eitthvað flúk og pökkurinn endar annarkvort inni eða í slottinu sem rebound. Já, þetta eru naskir pekkir. Já. Fast skotana hjá Magdalenu. Hörðu, Ég vil meina að skotin, bara horfður á kvennaleik fyrir nokkrum árum, skotin voru ekki svona góð. Ég vil meina að þessi er búið að bætast mest í því. Góð skot. Gunnborg er bara hérna allt í öllu. Já. Það Hún er að pressa mjög hart, sko. Og Marja skautar upp með pökkinn, feikar sér hann inn í miðju en fellur hans við. Já, hún var einhvern veginn svona, hún var að teygja sig, þannig að hún var ekki með mikið. En fyrir skiptingu hérna, þetta er ekki besta skiptingin, en þær setja pökkinn aftur niður. Já, góð pressa hann hjá Örnu. Já. Dómarinn. Leikmaður nr. 7, hver er þetta? Þetta Já, Lara. Er það ekki? Sýnist það. Setjum pökkinn hérna, hún er á afturlega fyrir Jónínu og... Þarna er rángstaða. Já, en það er Spurning ekki hvort að þetta hefði verið viljandi ef hún hefði fengið þetta dæmt á sig. Mér Maður veit aldrei. finnst þetta vera svo mikið matsatriði bara dómarans. Já, það fyrir kannski bara eftir í hvort liði væli meira. Já. Þetta ætti nú að vera icing. Jú, jú. Við erum með þá á hreinu. Já, við kunnum það. Það er nú ekki svo flókið. Það er alltaf bara viljandi icing. Þryggilínu dömp og flaut. Ljúfi tónar hérna sem strákarnir eru að spila. Já, kunnum þetta hana. Þessi dútar. Ára Alexa. Sendir hérna upp á Örnu. Arna sendir bara tilbaka. Þá kemur það misheppnuð sending. Þú ætlaði að reyna þetta stretch passes. Það eru 51-2 manns í stúkunni í dag á þessum fína leik. 53, það verður 3 hérna og einhverjum þjálfarar og eitthvað, en í stúkunni. Já, við finnum út að telja okkur með. Nei, hann okkur. En þá náðu það næstu að sleppa Einar í gegn, ná skoti, en það er eins og... Andrea... Það þarf svo mikið til að fá Andreu til að, hún lætur þetta allt líta svo þægilega út, sko. Flott blokk hérna hjá Brynju. Amanda er bara hérna að leika sér í horninu að þessingum. Já. Hún er fínn leikmaður. Sér hana þetta sem við erum að tala um. Hún stýrir pekkinu bara svona í burtu. Já. Engin hætta. Þessi lína hjá SA er að spila sér í gegn helviti vel. Já, hvað er það? Sveindís, Amanda, Kolbrún. En það var að Kristína. Já, sendir ekki. Heldur bara í hann með Friðriku þarna, horfir bara á hana. Gerir vel, snýr af sér. Hún er ennþá með pökkinn, en nú missir hann út hérna. Já, skýla hann ekki alveg nógu vel. Það var það Kolbrún mútið Ingu. Inga sendir upp og Kristína með aðeins og seina sending og sögu. Saga, það vilja fá þennan á fullum hraða, sko. En það gekk ekki. Það var að Freyja fyrir mark SA. Setur hann fyrir Löru. Það vippa á mark, en Sjáli grípur það. Og leikurinn er rétt rúmlega hálfnaður. Staðan er 1-1 en þá. Við sjáum hérna það vantar leikmann nr. 91 hjá SA, Silvíu Björgvinsdóttir. Og hvað er hún? Það er góð spurning. Já, ok, ég held þú vissir það. Ég sé það bara hérna á skýrslunni, not dressed. Hvern vantar í okkur? Er það einhverja?
Það er April Orangan og Ragnhildur Kjartansdóttir. Já, hver eru þær? Ég bara hef ekki hugmynd heldur. Nei. Ég ætti nú alveg að vita hvað April er, það sem hún er systir mín. Já. Ég veit Hætta Ragnhildur. Ég held að Ragga sé í útlöndum. Það var að Gunnborg, hún er með Ylvu hinum meginn. Ylva þarf að leggja í hann. Sendi yfir, hún var ekki komin. Hefði viljað svo skota hana. Þetta er það sem við megum ekki gera, að henda pekkinum bara inn í miðju. Það er hættulegt. Herðu, það er... Var þetta tækling? Það var tækling hérna á Ingu á eyrunum. Mér finnst það ætti að leyfa aðeins meira tæklingar, sko. Já, hvernig er það? Er það ekki ólöglegt í... Jú, mér skilst að, heyrðu það, næði kloppi. Dansar hans með pökkinn, Inga lögast að. Alís villan, en ég segi bara skjóta. Já. Aðeins að díka hérna á bláu, það er hættulegt. Jú, mér skilst sko að heilarhristingar hjá, þótt að það séu ekki tæklingar í kvennahokki, þá eru heilarhristingar algengari, allavega í Bandaríkjunum. Þannig hvað þá ef að tæklingar verða leyfðar, sko. Ég veit nú til dæmis að sænska hokki er búið að taka það upp að leyfa open eyes hits og tæklingar. Já. Það er spurning hvort það kom einhvern tímann hingað, ég er nú ekki alveg viss um það. Já, það væri nú, þú veist, mætti alltaf aðeins meira. Já, leyfa aðeins meira, sammálagi. Það hjálpa bara leiknum. Það stígur Friðrika bara fyrir Önnu Sonju. Anna Sonja grjóthörð á pækinu. Já. Það er fá bara að labba þarna, það eru komnar alltaf nálægt marki, þú veist, það þurfa að vera aðeins harðari. Dagný sendir yfir og Alexandri, hún er með Friðriku inn í miðju, nær hún að koma pækinum út? Nei. Þetta er sem ég var að segja, hún er grjóthörð á pækinu. Það er bara... Já, mjög ákveðin á pækinum. Hendi bara pækinu fyrir frá marka og verið skauta af Essering og lagnast í inn. Þarna er Friðrika, já, herðu Friðrika, hún er brjáluð. Já, hún setur mikla pressu á sig og liðsfélaga og þegar hlutin er ekki alveg að ganga þá lætur hún alveg heyra í sér, sko. Þær eru bara ekki að ná pekkinum úr horninu, þú veist. Það er eitt að ná pekkinum ekki út en þær eru bara ekki að ná honum úr horninu. Það var að Sveindís eða ekki? Sveindís. Hún skauta bara með hann alla leiðin í són. Það er aðeins og létt fyrir þær að skauta bara inn. Flottur varnarleikur að sögu þarna. Kristína komið niður í horn með sögumessi fyrir aftan sig. Hún þarf hjálp, það eru 2 á móti en einni. Hún kemur út með pökkinn bara. Já, hún er alltaf bara, hún er ein í baráttinu. Þannig að Heiður aðeins þurfti að hjálpa henni. Saga var, Sörgæ, hæ. Þannig að Heiður öskrar á Marja, þetta er nú Bríet. Nei. Var þetta rannstað? Hann var nú helviti seinna að flauta þetta. Já. Hún var alveg búin að skauta inn í slotti og skjóta. Ég veit ekki henni, ég hef nú ekki flautað á þetta, sko. Sást þú þetta? Ekki nógu vel, sko. Sjá hvort að streymið pikkar þetta upp. Bara með þetta í símanum mínum hérna. Hún var leið á stað, sko. Streymið sést ekki alveg nógu vel. En dómarinn dæmir, þeir gera mistök líka. Sendi ekki nú aftarlega fyrir Friðriku. Fínt að þetta er ekki æsing. Svona bara fast hann í batan. Og Friðrika setur pressu á Friðriku. Er ég að sjá rétt? Er önnur með 26, já, hún heitir Friðrika. Það var Friðrika í SR með hann. Reynir að sóla sig fram hjá Ragnheiði, nær ég ekki. Marja Sól tekur skot, þarna þar einhvern fyrir framann. Ég held að liðið sem að setja meiri pressu bara, þú veist, ég setja einhvern fyrir framann vinni, sko. Já. Þetta er bara mjög góð, þú veist, þetta er ekki tækling, hún bara fer fyrir hana, sko. Þetta er það sem við viljum sjá meira, sko. Þú veist, það fær engin heilarýsting við þetta, sko, bara. Við sjáum hérna Friðriku bara skauta og draga í sig Varnarmann. Já, hún er að reyna að fá sendinguna. Kíkja aðeins í kommenti hérna. Áfram Essa, áfram Essa, áfram Essa og 1 áfram SR. Það er 3-1 fyrir Essa í stuðningsfólki í chatinu hérna hjá okkur. Hvað eru margir að horfa á streymið? 78, þetta eru bara bætingar. Það er alveg
Það er slatti. Já, mikið af fólki kannski fyrir norðan, sko. Ég man seinustu leikur, það var Fjölnir SR, það voru ekki alveg margir í streyminu, það voru kannski aðeins fleiri í stúkunni samt. Kolbrún fer og reynir bakhandarskot. En endilega láti ykkur heyra í chatinu, það er bara gaman að því. Essa, hvað var þetta ekki Anna, setur pökkinn á djúpt og þá byrja þær í pressunni. Þessi Essa pressa sem er svo góð. Friðrika nær út, Magdalena með hann. Þetta hefði mátt vera slass. Það ná samt skoti sem Andrea ver. Hættulegt skot hana, bara alveg meðfram ísnum. Það eru 80 manns maður. Það er ekkert annað. Þetta er bara nýtt met. Vonandi erum við að standa okkur hérna í lýsingunni bara. Já, vonandi heyrist í okkur. Endilega láta okkur vita. Það er nú leiðilegt að það verið slökkt á okkur. Og við erum hundskammaðir fyrir að hafa ekki verið að sinna vinnunum okkar. Hvernig verður? Nú er Saga vill fá hann inn í miði, já, hún næri ekki alveg. En hún getur skautað, heyrðu. Þetta er hættulegt, sko. Hvað? Þegar markmenn fara bara og pökkurinn er á leiðinni til þeirra og spila pekkinum? Spila bara pekkinum. Já. Án þess að setja púða niður eða eitthvað svoleiðis. Ég er náttúrulega ekki markmaður, þannig ég veit ekki alveg hvernig þetta er, sko. Saga skautar hérna eftir pekkinum, ekki alveg með orkuna til þess að halda áfram. Fer þetta í æsing? Nei, mér sýnst Alexandra ná honum. Já, nær honum fyrir æsing. Gerir vel hana, þú veist. Já. Þetta eru taktarnir sem ég var ekki alveg að sjá frá henni í sókninni. Í sókninni, sko. Hún var ekki alveg með jafn mikið tíma, hún var ekki alveg, ég segi bara, hún var ekki alveg með jafn mikið sjálfstraust á pekkinum. Þarna gerir hún Kolbrún bara vel, setur bara líkamann hana í Friðriku. Milos segir come on gap. Hann veit, herru, hana er Friðrika er opinn. Bríett hefði mátt horfa eins upp þarna. Já, en Friðrika hefði nú getað líka bara opnað sig aðeins. Eða kallað, ég heyrði hann ekki kalla. Guðborg með hann. Tekur hann yfir bláu, en Flott vörn hann hjá Ragnheiði. Já. Hún ætla bara að skauta með hann alla leið, eða hvað? Nei, hún sendir hann út á Löru. Já, þarna reynir að Friðrika bara ná hann djúpt. Þetta er æsing. Já. Maður sé að það eru orðnar aðeins þreyttari núna, alltaf Friðrik og Saga. Það eru náttúrulega búin að spila mjög mikið, skauta mjög mikið, en face-off í sóknarsvæði SR. Sýnist þetta nú bara að vera fyrsta línan okkar. Fyrsta lína SR-inga. Jú, er það ekki? Og hvað er þetta? Þriðja önnur lína SA. Ég myndi giska á þriðja. Ég meira reyndar finnst SR-liði vera svo jafnt, sko, þannig að Nei, herru, þetta er þær eru búin að breyta þessu eitthvað. Er þetta önnur, eða? Þetta er blanda af annar og þriðju. Já, ok. Það var Alice með pökkinn í slóttinu, tekur skotið, það er blokkar fyrir framann. Ég sá bara peningamerki í auguna með þegar hann sá pökkinn í slóttinu og það náði svo markið það hefði verið. Þarna er hún í backcheckinu. Herðu, frábært backcheck hérna hjá. Þetta er þetta second effort, sko, sem að finnst hún vera að sína mjög vel og það var á þriðja sinn. Herðu, hún skýtur bara hérna beint í. Hún ætlaði bara að reyna á orangutan. Ég sá hann gera þetta á hann. Þannig að tróða hann bara upp í nærhóttni. Hvar er pökkurinn? Inga veit það ekki. Fer skautar lengra í burtu frá honum. Einhvern veginn náðar að halda þessu inni. Þrátt fyrir að sjá ekki hvað pökkurinn var. Hvað segirðu? Þetta er þessu skemmtilegu leikir sem við viljum sjá. Það er 1-1 og ég vil hafa þetta opið, sko. Já, algjörlega. Það var að Saga. Byrjar að krossa. Já, hún bara leggur á stað. Bara á flegi ferð. Ragnheiður fellur aðeins við þarna. Það var að Kristína með hann á battanum. Við sögum með sér í horninu, sendir hann. Fær hann aftur, mjög gott spil. Og Heiður tekur. Skot þarna frá Heiði. Það fer í púðan. Sjóli varði. Hvað heldur á skotin? Heldur þetta sé eitthvað að jafnast? Nei, ég held nú að þessi sé nú aðeins fleiri skoti í þessari lótu. Það verður spennandi að sjá. Sveindís setur þetta bara út, gerir vel.
Dagný tekur sendingunni yfir á Kristínu. Hún með tíma á pökkuna eitthvað aðeins að rúlla hjá henni. Reynir að gefa hann á Friðriku, næri ekki alveg. Friðrika með hann fyrir aftan mark, Kolbrún frí hana. Hún hefur betur. Pökkurinn eins og heit kartöfla núna. Skoppandi á milli. Eyrún setur hann batti út, Dagný sér við þessu, setur hann bara djúpt. Vel gert. Verður þetta æsi, mér sýndist að vera touch og láta þetta bara spila, segir ég. Gulla segir spila. Já, að gera. Leifur sig hans að flæða. Herru, það flott sendingan yfir Kolbrúnu á Mögdu og það slappshot en varið. Gamaldags slappskot, ég fíla þetta. Og það aftur. Þetta skot var aðeins hættulegra. Erðu! Á síðustu sekúndunni. Ég fattaði ekki að tímum verið að vera svona lítið eftir, þetta var mjög vel gert. Já, Magdalena kom inn í sóknarsvæðið og kallaði á pökkinn. Er hún eitthvað mitt þarna? Já, hvað í gangi? Mér sýndist hún nú bara að detta, sko. Nú eitthvað að dómarinn aðeins að tala við... Mílos hans að láta dómarinn að heyra það hérna. Sjáum hérna sendingin upp á Magdalenu, tekur skotið. Og þetta bara mjög vel gert þarna, mér sýnist þetta Gunnborg. Ég sé ekki neitt gera. Kannski meiddist hún ekkert, hún var bara eitthvað kannski að hvíla sig. Það er allavega 1-1 leikur hérna og við sjáum ykkur aftur eftir korter fyrir spennandi þriðlótu.
Já, við erum velkomin þriðja og seinasta lota, kannski seinasta lota. Bíðum og sjáum. Getum ekki verið alveg vissir. Það getur verið framleik. Er það samt lota? Ég veit það ekki. Það er flott að sjá Herborg mætt aftur. Já, það var eitthvað að vera að tala um hvort að hún myndi halda áfram. Eftir tæklinguna og datt hana eitthvað illa. Hún er bara strax komin í pressuna. Já, mér finnst það bara að vera betri heldur en það var hann. Grætt bara á þessu. Nei, ég segi svo. Jæja, þær eru byrjað þetta. Herðu, Góð pressa. gott dropp hana. Og það er bara klappir. Þetta er eitthvað bara SR, allavega kvennaliðið, það bara byrja allar lotur svo hægt. Já, það er að vinna sig upp og upp. Byrjuð leikinn, hann byrjaði einmitt svona og önnur lota og þessi núna. Bara eins og það séu bara ekki með sko, síðan pikkaði þetta aðeins upp þegar líður á leikinn. Já. En ég er alveg viss að fáum að sjá hörku og spennandi þriðja leikluta. Já, ég held að næsta mark vinni. Er það svoleiðis? Ég held það. Þessi leikir eru búin að vera enda mikið 2-1. Já, Og það í fyrra, það bara... Fá mörk og... Já, eitthvað annað í kalladeildinni. Það er Chaos í kalladeildinni. 6-7. 7-6. Já, 7-6. Þá er annar... Nei, var þetta Magdalena? Hún heldur áfram að hakka í lappirnar á. Já, Friðrika þá að... Nei, hérna Alice, Já, Ítalinn. það er hérna tvær saman, það er rosalegt. Þær eru báðar með keppniskap. Já, það var hart það sko. Þær voru að leggja góða pressu. Eyrún leggur pökkinn niður og fer bara beintskiptingu. Er þetta æsing, heyrist spila. Mílos hefur mjög litla þolinmæði fyrir þegar það er spilað þegar það er æsing. Finnst það ekki gaman? Nei, það eru misjafnir sendingarna hjá Jónínu. Það er vinna sæmilega vel úr þessu bara. Já. Bríett kemst inn í þessa sendingu. Það er búið að vanta Bríett í einhverjum leikjum í ár. Ég hleraði þjálfarinn eitthvað á hann. Hér voru að tala um að Bríett að spila henni. Hún þyrfti að taka kannski svona aðra eða þriðja hverju skiptingu. Já, Hún glíma við einhver meðsli sko. Já. Hún vill einhver álagsmeðsli held ég. Hún er að vinna sig upp, þannig að... Herru, Kristína er alveg að brjóta henni í gegn, nærði ekki alveg. Sjáli stýrir pekkinum í horni. Sveindís með hann fyrir aftan og Heiður í pressunni. En hún er að leysa þetta. En nú er Friðrik að koma með hann. Pökkurinn er eins og heitt kartöfla núna, vill lengi vera með hann. Fram og tilbaka. Þetta eru frábæra pressu frá báðum liðum, við verðum að gefa þetta. Já. Það er bara flott að sjá. Samanlega. Inga með hann fyrir aftan mark. Gunnborg með sér. Maríu og Ylvi og Bláu. Inga sterk á pekkinum þarna. Það vissi hann aðeins. Og það er ekki átt að setja það. Segir svona. Tekið þetta á mig. Inga reynir að finna Friðrik þarna. Þetta er ekki poppar hann æsing. út. Þetta er galið. Þetta er Friðrik. Þetta er sem sagt á að vera æsing en að því að Friðrik var fyrst í pökkinn þá er það kallað af en það er flauta samt. Ég veit samt ekki, hún reyndi að skora þannig að það er ekkert hægt að kvart yfir þessu sko. Nei, en þarna hefði maður viljað sjá Sjáli bara póka pökkinn í burtu sko. Já. En þá er uppkastið tekið í miðunni. Friðrik vinnur þetta uppkast. Gunnborg snertir hann, þetta er ekki æsing. Hann flautar æsing. Og markmaðurinn fer. Það er eitthvað dálítið mikið á það núna því að Friðrik með einhvern kjaft. Sko hann verið að segja að Gunnborg snerti pökkinn og markmaðurinn fór út úr þannig að þetta var ekki æsing heldur þannig að nú er búið að flauta æsing tvisvar á þegar var ekki æsing á þessar. Já, dómarinn er búinn að kveikja í Friðrik. Já, Friðrik hefur mjög lítinn tolerans fyrir þessu sko. Hlutinni séu ekki alveg fullkomnir. Alls og bróður sinn. Já, það má ekki gera mistök nema þau sko. Góð sendingin aðeins og aftarlega fyrir Friðriku fyrir skautan á henni og hann var mjög vel spilað hjá Gunnborgu. Flott sending hann hjá Lexu. Hann næri ekki alveg að taka við honum. Flott vörn hann hjá þessa. Það var loka miðunni. Gunnborg í pressuna. Vel gert hvernig það er lokað þarna. Þetta er Dagný aðeins hérna fömbla pökkinn á Bláu. Þær eru 6 inn á.
að komast upp með það. Vá. Þær voru 6 inn á með puckinn í alveg nokkra sekundur. Þetta er... Þarna dettur Gunnborg og er lengi að standa upp. Það liggja bara allir. Já, Amanda sendir hann upp. Hún fyrir bara í skiptingu. Og one-timer fílíkt skot. Það var Alice. Hún hefur smá hraða. Það er násamt að loka ágætlega á hana. Já, góðu varnarleikur. Hún bara ýtir henni. Það er cross-check. Frekar rólega. Allir pakkinn. Villi dómari er að reyna að láta leikinn líða. Hann er að dæma sinn annan leikinn í kvöld, þannig að kannski vill hann komast heim. Kannski vill hann bara fá meira aksjón í þetta. En nú eru þær 2 á móti... Þetta er 2 á móti 2. Sendingi kemur ekki. Skýtur í varnarmann sem stóð hliðin á. Og þetta hafi farið langt framhjá. Þannig að hann eiginlega bara átt að sóla sig inn á mark, sko. Já, ég vil bara senda hann yfir. Hún var alveg komin í gegn. Þetta hefur 2 mínútur. Hún er nú dálítið sniðuð þessi Alice, sko. Hún lest leikinn vel, sko. Þannig ætla hann að reyna að setja hann aftan í markmanni þegar hann fór svona út úr markinu. Atnaður gæti verið dýr mistök. Þetta er eitthvað sem þær þurfa aðeins að laga. Þær eru svo lengi með puckinn þegar standa kjurrar á bláu. Þessi leit út eins og það bara fær í gegnum netti. Hún fellur aðeins fyrir hana. Þessi er þar að ná þessi pucki út. Flott blokk. Það var Kristína, kemst hún einn í gegn. Hún hefur hraða. En þessar stelpur hafa líka nærum skotinu. Næstu góð vörn að þess að taka ekki brot. Skauta hana bara niður í horn. Það er hættulegt að hleypa Eyrúnu svona í slotti. Hún er góð að skjóta, sko. Já. Nú er æsing. Sýndist að ná að skipta 2 leikmönnum inn á. Tíminn er ennþá í gangi. Það er eitthvað... Já. Eitthvað brass í boxinu. Smá eitthvað aðeins að rugglast. Herru, það eru 6 inn á. Númer 7 á að fara út af, ég heyrði þess að... Rétt skal að rétt, ég heyrði þess að segja. Númer 7 út af. Já, það má reyna. Hún vissi hvað hann var að gera. Það var allt í góð. Gunnborg setur hann niður í horn. Og Ylva sækir hann. Það þarf að ná honum. Meðan ekki góðri stöðu þarna. Þá. Saga bakka bara. Já. Fyrst hún ætlaði að senda, hætti við. Þannig að það kom svona smá. Það kemur sko þetta ekkert skrín. Fórum yfir þetta áðan. Það er bara tilgangslegt að skjóta þegar eitt skrín. Þeim er svona langt frá. Það þarf smá skrín. En lítið annað sem hún gæti gert hana, hún var að fá pressu á sig. Já, ég voru dálítið víkt, sko. Það er enginn geta komist inn á mark, sko. Já, hvernig var kótið? Frá okkar Gretzky. Já, klúrar öllum skotum svo tekur ekki. Já. Örðu. Það er hárrétt. Eins og tölum á það er stundum sem að bara ótrúlegustu skot var inn. Já. Flott recovery þarna en þær setja bara góða pressu strax. Alice missir killuna sína. Alexandra nær að halda sinni, já. Og SR halda pressun áfram. Sýnist að vera Jónína, nær ekki út aftur. Rétt komast út en fyrirgaf með hann á killunni. Sendir hann yfir á Alice. Hún var ekki að drífa sig, ætla bara að setja hann djúpt. Endar í löppunum á, hver var þetta? Hörðu. Ja, hann er ítt niður, villir að segja að spila. Já, nú veit ekki hann að þetta er nú bara búin að vera frekar eins og í takt við leikinn, sko. Já, þetta er bara flott leifis að ganga. Já, Hörðu, já. Það er enginn í pressunni, sýnist á Aðalheiði ná bara að skauta hann út. Já, hún dansar aðeins. Gerir þetta bara snirtilega. Mikilvægt aðeins að dansa, sko. Leggur hann djúpt, Andrea nær ekki að stoppa puckinn þarna, ég sé hún er pirruð. Inga og hver er þetta? Heiður. Er þetta Gunnborg? Þetta er Heiður. Saga hafi viljað ná þessum. Sjá hana. Hún er bara skrefinu frá þari en... Já, hún nær þessu í backchecki líka bara. Nei, þarna vellur hún. Fóttur fyrir lappirnar á Maríu Sól.
En hún hefur ekki gas í tankinu fyrir annað svona skaut upp. Já, Pökkur er á óþægilegum stað. Það eru bara að henda þessu í slotti. Það er bara, Já. að Pökkur kemst út að lokum. Árið trífa þessa konur. Marja Sól, þetta er eiginlega sem maður vill sjá aftasta varnarmanni gera, hreyfa sig. Hann stendur kyrr og býður bara að pressan komi og reyna að senda á seinustu sek og það margt getur farið úrskeiðis þar. Algjörlega, aðeins misheppnuð sendingarnar Já, í og Arndísi. fer síðan bara í skiptingu, ekki alveg, Það er að hjálpa aðeins meira. já, ekki mjög vel séð. Ef að Ylva hefði náð þessu fyrir fram mark, þá hefði Gunnborg verið ein. Sem að hún er ennþá með pökkinn, setur hann. Eins og við sögum að Anna Sonja er sterk á bekkinum og hún bara Já, tók á sig 2. en hún hefði þurft smá hjálp hana. Friðrika með pökkinn í horninu. Já, Kolbrún lætur finna fyrir sér. Gunnborg í pressunni, hún er búin að vera að pressa mjög vel og þær eru 6 inn á, það er Aftur. ekki flauta. Herri, þetta er nú orðið. Ég er allir fyrir að láta leikinn líða en það þarf nú að flauta þegar það á að flauta. Snerti pökkinn verður svo allt. En það var Sveindís með hann, tekur skotið, það er blokka, þetta var nú ekki. Ekki fast þetta skotið. Nei, hún hitt hann ekki alveg. En hún, Þetta var nú örugglega fastara skot. Gunnborg að reyna að senda hann upp á hana Örnu. Leggsa í einhverju basli þarna með pökkinn í horninu. Gott blokk. Núna er Saga að fara að leggja í hann. Arna þarf að finna hana. Nei, Arna... Þetta er kjánalegt. Það er bara skautar inn í Sögu. Arna læra þessu en Saga er ekki Nei, Sögu alveg eins og svipinn. Saga vildi hafa pökkinn hann, sko. Ætli Saga vinni þetta face-off? Já, ég held ekki, sko. Pappinn er alveg helviti góður í face-offum í den, sko. Já, í den, sko. Það er ekkert að marka. Hann spilaði líka bara með 3 kilo, sko. Það var hægt að nota öðru sér tækni það, sko. Nú nota ég og Sigga sig í tæknina og bara brotna kilinu. Hörðu, Hanna, eins og hættulegt skot. hafa fyrir framann. Þessar stúlkur eru að gera það. Við sjáum það, þessar konur spila bara, það er ekkert að pæli að vera með third man high. Nei. Það er kannski ástæðan okkur að ná að pressa svona vel. En það gæti Að kosta helviti, mikið ef það er komast fram hjá pressunni, sko. já. En ég meina þær eru búin að standa sig vel í þessu eins og maður er að gera það, þannig að Já. það virkar. Núna tók Arna upp kilvuna hjá einhverja kilva í jörðinni og svona er búinn að gera. Þú fegst nú að kynast þið í leiknum Það veit að manna best. Þarna koma bara 2 slassing í röð en hún heldur pekkinum. Frábært skot þarna hjá, hver er þetta? Magdalena. Já. Hver er þetta? Jónína? Eva? Jónína sýnist mér. Já. Hún er með reynsluna, hún er Já. yfirveguð. Mjög. En Anna? 2 reynsluboltar í sömu línu, það er... Já. Það er þetta að komast fram hjá þeim. Já. Það gerir líka lítið af mistökum. Þá er það Magdalena. Flott spil hérna. Hún heldur bara áfram. Varið hjá Andreu. Það var mjög gott skot, mjög gott spil. Það var bara Andrea var bara komin með hendin út. Það er ekki alveg skotinu. Þessi pekkur er úti. Pekkur. Friðrik öskrar eftir. Æðisöldu. Kolbrún á góðum stað til að sækja hann. Dagný nær ekki alveg að loka á hana, en Friðrik reynir að tækla hana. Þetta hefði getið verið hættuleg tækling. Ef hún hefði hitt. Friðrika vildi fá þennan pökk út. Hún veit hvað þetta er hættulegt. Gunnborg í pressunni á Sveindísi. Alexandra með hann á toppnum, tekur skotið. Hörðu. Hanna var Gunnborg fyrir framan, náði ekki alveg kiluna á þetta. Dagný missir á næstu, nær góðri sendingu á Gunnborgu sem er 1.
Sýnir sér ekki hver þetta er, en Herborg er komin á kantinu, hún er með eyrunum með sér, en Saga sér við því, setja hann bara djúpt og SR stúlku fær í skiptingu meðan Sjálí fer út að spila pekkinum. Ná 2 á móti 5, ná að pressa þér, stoppa pekkin, Inga setja hann djúpt og þá var það Amanda. Herri, ég sé hérna í tjattinu að það er skrifað því standið ykkur vel. Já, gaman, takk fyrir það. Gaman að færa það. Það var að gera eitthvað rétt. Já, hlýtur að vera. Já, Sveindís, Inga næri ekki alveg pekkinum á skoppandi. Flott vörn þarna hjá Ingu. Það var hátt skot en Saga, hún þarf að leggja á stað, hún er með Alice. Sendi ekki hana aðeins og framalega. En það fær í skiptingu. Friðrika komin inn á. Það eru 6 mínútur eftir þessum leik. Já, það var allt nýju jafnt ennþá. Ég myndi segja að þetta bara búin að vera freka jöfn perjóda. Kannski bara rétt hjá það, næsta mark vinnur. Já, ég held það. Ég myndi að segja að SA er nú búin að aðeins hættulegri færi. Já. Fengu 1 dauðafæri þarna. Ökkurum fyrir var hann út af. Lara og Heiðrún eitthvað aðeins að ýta í gamla vinkonu, hún að Ingu. Hún var náttúrulega í SA. Jónína á múti Friðriku í uppkastinu. Þessa konur taka þetta. Já, það var hálfgert jafntefli en það er vinna pökki innan og setja hann djúpt. Andri fyrir út á spilaranum. Brimmonum, Hettur. Nánast fullkomið ef hún er með killuna á fellinu. Það var alltaf að fara að segja, mjög flott breakout. Það er að ná þessu djúpt. Það vilja ekki missa hann hana, setja hann á Brynju. Beint inn í miðju bara. Friðrika er að slassa á fullu. Já, Það gæti þurft að passa sig. Var þetta ekki Kristína? Það er verið að dæma á þetta. Það er Púlla Sjálí úr markinu, fá inn aukaleikmann. En býtu, hvað er verið að dæma á? Hvað myndi gera þarna? Því að maður þarf að ná að valda á pekkinum. Ef þetta það fyrir inn, hann þá að flauta það? Það er spurning. Ég hefði nú bara sagt hann að flauta strax, sko. Nei, það er Herborg ekki skot sem lekur í gegnum og sýnir sér Ragnheiður. Skúpa hann upp og þær fara beint að tala við dómarann. Þær eru ekki ánægðar með þetta, þeim finnst að það átti að vera búið að flauta. Já, ég ætla að fara að segja það. Ef það er touch á pökkinu, ætti nú að vera að flauta, sko. Já, sko, reglan er að það þurfa að vera vald á pekkinum. En við skrítið eins og þarna, þú veist, hvað gerist ef það á að pota honum inn? Þú veist, ég þóra að veða að þau hafa þá flautað. Það hefur á leiðin inn, sko, en eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvernig reglan er. Já, við getum fengið að sjá þetta áttur. Þannig að er Herborg. Tekur flott move inn í miðju. Og bara varnarmaður tekur ekki sinn mann og hún er bara ein í krísunni og skorar. Þetta er bara vel gert. Það er bara hockeymark. Alveg hockeymark. Það má ekki hægt að spila vörn þátt að dómarinn sem hendur uppi. Það nýttu sér vel hennan auka mann sem þær fengu inn á þegar Sjálí skauta út af. Það er spurning hvernig SR dömur svara fyrir sig. Já, það er þurra mark núna. Kári Stjættar 5 mínútur eftir þegar hún skoraði. Á leiktíma. Já, 5-0 held ég. Já. Það er hægt að skora mark á þeim tíma. Það er hún ekki lengi að skora í byrjun. Já, alls ekki. Það gæti þurft samt eitt svona bara solo effort hjá Helgi Sögu. Fá hann á góðum stað og bara leggja í hann. Dagný þarf að ná þessu, vel gert. Það sést greinilega hvað þessar stelpunnar eru búin að vera að æfa breakoutin sín mikið. Já, en þarna kemur Saga, tekur skoti, Hörður samskeytin. stöngina. Þetta var það sem ég sagði að þeir þurftu. Smá svona, ekki ánægð, slær hurðinni aðeins. Það var að Heiðrún, en Inga nær pekkinum. Marísól með sér. Nær hún ekki alveg djúpt, en fer og pressa sjálf, Friðrika með henni. 3 SS stúlkur ná ekki pekkinum, en Arnar setur á djúpt og Alice með hann. Með Friðriku í slóttinu sem skot manneskjuna. Þau vilja að hún taki seinasta skotið. Friðrika nær að halda þessu inni.
Magdalena nær pekkinum út. Góð, það er svona tækling þarna. Og Alice í pressunni. Sýnist Anna vera með hann í löppunum. Friðrika stígur aðeins upp, hún reynir að kýla hana. Það er komið smá hiti í þetta, það eru 3 mínútur eftir. 2-1 fyrir SA. Bökkur fyrir skautan hann á Friðrika og næstu... Bökkur laus hann í slottinu. Núna nær Friðrika. Gunnborg reynir bara sjálf. Herðu, hún bara finnast í alla leið í gegn. Hún var einu stikkandli frá því að skýla pekkinu hann, hún kemst bara einu í gegn. Lexa komin niður í hornið? Hornið sko. Já. Og Saga komin upp. Það eru báðar hybrid. Eins og þarna er enginn á markinu, það þýðir ekkert að skjóta. Nei, það þarf. En þá er Heiðrún að sleppa í gegn, hún er með Sögu. Legilegt að sleppa henni í gegn og Saga er elda þau. Það sé engin hraðar í beina línu, kannski Kolbrún Garðars í fjölunni. Það var að Friðrika. Kolbrún, já í fjölni. Já. Það er eins og þær séu með annan gír. Já, hún er helviti fljót á skautunum. Dómarinn eitthvað þvælast fyrir hérna enn og aftur. Það var að Herborg með hann aftur. Nú Sögu að spila vörn, Saga nær að sjá við henni. Herborg gerir þetta bara mjög vel. Já. Hendur aftur niður. 1:40 eftir á þessum leik. Ekki nema SR ná að skora, þá færði líklegast. Já, ef allt er jafnt. Þá var Alice kominn, Arna þarf að ná þessu út, en gerir rétt en nær hún ekki alveg framhjá. Já, nær hún framhjá en ekki alveg út. Amanda í pressunni og Kolbrún með hann. Reynir að tróða hann þarna í handri og inn, en það var Alice. Smart play. Já. Það er stretch pass, Friðrika tekur hann. Reynir að sóla sig. Virkar ekki alveg. Marja Sól. Nei, sendingin tengdi ekki alveg. Það var Alice, hún er komið djúpt, hún þarf hjálp. Hún er með bara Friðriku, Ingu og Marja Sól og Alexander bara að horfa. Amanda með hann. Og hún taka markmanninn út. Fyrir þetta Marja Sól, já. Ætlaði að flauta æsingu á þetta? Nei. Spila. Enginn í markinu, SR, þær þurfa að ná þessu út. Heiðrún reynir skoti í tómt markið, gengur ekki, en þá er Gunnborg með, hún var bara að leggja af stað. Hreyfa lappirnar. Sendir á Lexu. Lexa droppar honum á Friðriku. Aftur niður á Lexu í horninu. Setur hana fyrir framann. Maður sjá, Friðrika pekar hann upp. Hún er með Ingu. Upp á topp. Inga tekur skot, það fyrir framhjá. Ná einu skoti í viðbót hérna, Marja þarf að skjóta. Og Friðrika nær frákastinu, en svo nær ekki að tróða inn og SA sigrar þennan leik 2-1. Frábær leikur. Já, mjög góður leikur og mjög spennandi lokasekúndur. Það er nú verið flott ef það er að ná að jafna þarna á seinustu sekúndu. Við óskum bara hæsta stúlkum til hamingju með leikinn. Mjög flottur leikur, mjög jafn og hraður allan leikinn. Allan tíman segi. Og góður að ferða heim. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.